Já, góða kvöldið, gott fólk sem að horfa hér á okkur í streymi frá þessum íbúafundi sem fer að hefjast. Ég ætla að biðja ykkur að sýna okkur smá biðlund. Það er verið að leysa úr svona að fínstilla hérna síðustu tæknilegu möguleikana. Þannig áður en ég hef svo fundinn, þannig ég biðja ykkur um að sýna okkur smá biðlund og svo munum við hefja fund eftir augnablik. Það er búið að koma svona öllum þáttakandi sem hér í pallborði inn í mynd. Það að hleypa Hörpu inn á fundinn. Já. Sæl.
Já, gott kvöld, gott fólk, afsakið þessa bið, það þurfti að leysa úr nokkrum tæknilegum málum. Þetta ekki alveg einfalt á svona sóttvarna tímum, því að öllu eðlu þá höfum við haldið slíkan íbúafundi svo þennan bara í sal og en aðstæðurnar núna bjóða ekki upp á slíkt og þá förum við á netið eins og annað. Þá vill þetta stundum aðeins stríða okkur og við aðeins að stríða okkur hérna í byrjun. En ég vona við séum búin að ná utan það allt saman, allir komnir hér inn sem verða með okkur hér í pallborði að ræða þessi mál og síðan að þið náttúrulega getið sent inn fyrirspurnir og sjáið okkur. Það er þetta að skipta hlekk á heimasíðunni, þá vera komin sem sagt hlekkur, myndhlekkur þar sem skila fundurum í streymið til ykkar. Eins og áður segið þá erum við að boða hér til íbúafundar á náttúrulega sem opinn en náttúrulega sérstaklega hugsaði fyrir íbúa á Eskifirði vegna rýmingar sem var gerð vegna hættu á skriðuföllum á föstudagskvöldi síðastliðin og stóð yfir fram á sunnudag til þess aðeins að fara yfir náttúrulega bara aðgerðina í heild sinni til þess að svona fara yfir þær og Veðurstofan fer hér yfir eftir það sem undir og hvernig við það verið vaktað og hvernig við höfum okkur í þeim efnum núna í framhaldinu. Líka bara aðeins að taka og heyra frá ykkur og við höfum fengið spurningar í dag, sendar því við þurfum náttúrulega að nýta okkur þann möguleika því sendu okkur hér inn spurningar og fjarðabyggð eða hringið í síma 479.000 hér á eftir, við tökum þar á eftir þegar við erum búin að fara í svona stutta framsögur og því að í hvers skipti sem við náttúrulega förum í aðgerð eins og þessa almannavarna aðgerð sem við erum að bregðast við utanaðkomandi náttúruvá og þurfum að fara í aðgerði, þá þeir eitthvað sem við þurfum að taka með okkur út úr þessari aðgerð og hafa með í huga sem við getum breytt og bætt og lagað og það er mjög nauðsynlegt í öllu svona. Ég veit náttúrulega ekki tala fyrir okkur öll að núna samt þetta hugur okkar allra hjá vinum okkur og nágrönnum á Seyðisfirði sem urðu fyrir miklu áfalli á föstudaginn líka þegar að skriðuföll tóku þar stóran toll af byggðinni. Þetta getum við öll glaðst óskaplega við því að þar urðu engin manntjón sem betur fer en áfallið mikið og ég veit að okkar bestu kveðjur og allar okkur hugsanir eru þar með því fólki sem nú að takast á við þá aðstæður. Heilt yfir gekk aðgerðin okkar vel, þó eins og ég segi áður sagði áðan að það eru ýmislegt sem við ætlum að taka á og skoða og fá frá bæðum fengið að heyra eftir og sem við sáum í samt upplýsingaflæði og fleira sem við getum bætt og lagað okkur en heilt yfir gekk vel að og það náttúrulega að þakka náttúrulega frábæru samstarfi við alla þessar viðbragðsaðila, hvort sem lögreglan, björgunarsveitin, Brimrún og björgunarsveitir, Rauði krossinn sem stóð vaktina í Fjöldahjálparstöð og var með hana svo opna á laugardeginum og fram á sunnudaginn. Og síðan náttúrulega bara við ykkur íbúana sem tóku þessa gríðarlega æðruleysi sem ég fannst bara sem kannski, og maður veit að í okkar samfélögum býr að við vitum hvað að takast á við náttúruvá og við gerum það, tökum því verkefni og og það var mjög ánægjulegt að fylgjast með því á föstudagskvöldi þegar vorum að fara í rýminguna og fólk að fara þangað sem það ætlaði að vera, þannig að mér finnst þetta ganga að því leyti til vel en þetta ýmislegt eins og sem við þurfum að bara hafa í huga og bæta. Ég ætla að tækifæri bara að minna á náttúrulega svona áföll og ekki síst í kjölfar þess sem gerist á Seyðisfirði. Þetta reynir á okkur öll og við höfum þá að nota okkur alla þá möguleika til sem við þurfum ef við þurfum að vinna úr svona. Ég minni á 1717 síma Rauða krossins sem alltaf opinn og hægt að leita til, Heilbrigðisstofnun Austurlands, sóknarpresta og svo verður hún með okkur hér á eftir. Jafnframt munum við ræða þetta hér aðeins betur og eftir með henni Ingibjörgu frá sérfræðingi hjá almanna ríkislögreglustjóra í sendi áfallahjálp. Þannig að við tökum þetta hér upp aftur og eftir. En ég ætla að nota tækifærið og svona áður ég hleypi hér þeim sem eru að verða með mér hér í kvöld og náttúrulega kynna mig líka, kannski, sem hefði nú verið kurteislega að byrja á. Ég heiti Jón Björn Hákonarson og er bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Kannski geng svolítið að vísa að menn kannist við mig hérna á heimavígstöðunum. En hér með mér líka í kvöld Margrét María Sigurðardóttir og Kristján Ólafur Gunnarsson. Margrét María er lögreglustjóri á Austurlandi og Kristján
Ólafur yfirlögregluþjónn, þau munu koma hérna eftir. Svo Harpa Grímsdóttir hjá Veðurstofunni hér einnig og síðan eins og ég sagði áðan hún Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir hjá ríkislögreglustjóra sem mun fara yfir samt við áfallahjálp ef einhver nýta sér þar. Í dag átti ég fund eins og þið tókuðu eftir í fjölmiðlum komu ráðherrar hér austur voru náttúrulega að fara á heimsækja Seyðisfjörð og hitta Seyðfirðinga bæði þar upp í Fljótahjálparstöðinni en óskuðu jafnframt eftir því að fá stuttan fund með okkur og fara aðeins yfir það sem yfir rýminguna og það sem væri framundan og ég átti hann áðan með þeim upp á Egilsstöðum áður en þeir fóru í flug og fór svona yfir það við ætlum að halda hérna fund hér heilt yfir þá hefði þessi aðgerð gengi vel rýmingin og við hefum verið náttúrulega svo heppin að það ekkert hefði gerst en það breytti því ekki að hér væri undir þyrftum að fara vel í gegnum fyrsta lagi þetta og síðan framhaldið og það væri mikilvægt að það væri unnið nýtt hættumat og ég held að það sé lykilatriði sem við eigum fyrir hættumat ofanflóð og Krapaflóð en nú verður unnið líka nýtt hættumat og það gert hratt eða eins hratt og hægt væri til þess að við næðum utan þennan nýja veruleika sem stendur fyrir með skriðuföllum og sem náttúrulega eins og við öll þekkjum eftir þetta Jafnframt ræddum við svona heilt yfir svona náttúrulega þörfina sem við höfum lagt svo lengi á að ríka áherslu á hjá Fjarðabyggð að það veri lokið ofanflóðavörnum einnig. Það sé samfelli í þeim, það hefur oft svona slitnað svolítið mikið og langt á milli. En í þeim væri samfella og það væri mjög brýnt. Við sæjum það og hefum séð það svo oft og ekki síst núna að það 3 ár sem við erum búin að verja á Eskifirði, hvernig þeir farvegi brugðust vel við vatnavöxtum og það væri mjög mikið að við líkum því. Lamberar áin náttúrulega sú framkvæmd að hefjast eftir í Grjótáin og síðan aðra þar ofanflóðvarnir sem þetta gerir í Fjarðabyggð og annars staðar á landinu væri nauðsynlegt að væri samfelli og við myndum ljúka þeim og jafnframt vinna hættumat til þessar nýju aðstæður. En við tökum spurningar á þess að hérna eftir, þannig ég hvet fólk til að senda inn að því við fórum þessa leið að nota streyminn til þess að allir ættu nú einfalt auðvelt með að komast inn á fundinn að nýta sér Fjarðabyggð eða síman 479.000. En þá ætla ég að byrja á því að gefa Margréti Maríu Sigurðardóttir lögreglustjóra orðið. Gjörðu svo Margrét. Það sæl og ég er bara mjög þakklát fyrir hennar fund. Við Jón Björn reyndum að koma saman á sunnudaginn en það var bara ákveðin forgangsröðun sem var að eiga sér stað þannig við gátum ekki haldið fundi fyrir núna. En við ákváðum að boða hann á sunnudaginn þannig að þið vissu af því að þetta stæði til. Mér langar til að segja ykkur kannski aðeins mig að því miður hef ég bara ekki náði að hitta ykkur nægilega mikið en ég heiti Margrét María Sigurðardóttir og ég er búin að vera lögreglustjóri frá 1. apríl og það má segja að ég sé búin að vinna bara í almannavörnum innan hættustiga, mismunandi stiga almannavarnakerfisins síðan ég kom. Því það er búið að vera COVID síðan ég kom. Og við erum náttúrulega búin að vera núna með hættustig og áður neyðarstig vegna skriðufall á Seyðisfirði eins og öll þekkið. Og svo var náttúrulega óvissustig vegna skriðuhættu á Austurlandi og svo náttúrulega það sem við erum að ræða núna hættustigi sem var á Eskifirði og búið aflétta. Og ég vildi svo gjarnan að ég gæti hitt ykkur og við værum saman en þetta bara verður að vera svona núna. Það átti sér stað viss forgangsröðun út af þessu og það var svo margt að gerast í einu og þannig að við erum að segja að hittast núna en það sem gerðist á Eskifirði var mikið. Það var alvarlegt og það var alvarlegt það sem henti Eskfirðinga og við megum ekkert gefa afslátt á því, þetta var bara stór aðgerð. En ég er mjög þakklát fyrir hvernig hún fór, ég er þakklát fyrir æðruleysið og dugnaðinn sem maður sá í þessari aðgerð og mér finnst það einkenna mikið Austurland og Austfirðinga þessi dugnaður og segla. En ég tengist Austurlandi, foreldrar mínu voru hérna í 8 ár og ég með þeim að hluta á Seyðisfirði og Austurland á bara sterk tök í mér og mínu fólki og mitt fólk hringir stöðugt í mig til að fá fréttir hérna austan. En það er bara svo mikilvægt á svona dögum að hugsa vel sig. Við verðum að sjá til þess að við sofum, að við nærumst, að við drekkum vatn og hvílum okkur. Því að þetta er bara mikið sem við erum búin að lenda í, þetta eru hremmingar. Og við megum ekki þakka öllum þeim sem komu að þessu verki. Við erum búin að vera með lögreglumenn og almannavarnadeild og björgunarsveitarfólk og Veðurstofuna og náttúrulega Eskfirðingar allir.
Og svo ég gleymi örugglega einhverjum, en það svo margir búin að vera með okkur í þessu. Og mér svo mikilvægt við eigum þetta samtal, því að það kemur alltaf eitthvað gott úr samtalinu, því að við erum öll að reyna að bæta okkur og verða betri og vinna okkar betur. Og þannig að, en það eru margar áskoranir sem eru framundan. Við verðum með fundagerð á ensku og pólsku, þannig að það verður hægt að nálgast þennan fund þannig. Með mér er yfirlögregluþjónninn okkar, Kristján Ólafur Guðnason, og við verðum og sitjum fyrir svörum ef það er eitthvað. Og annars bara eins og ég segi, fagna þessum fundi. Takk fyrir. Takk fyrir, Margrét. Og þá ætlum ég að áður en við tökum svo spurningar á þessu sagðan, þá ætlum við að taka fá hana Hörpu Grímsdóttir sem yfir ofanflóðavakt Veðurstofunnar til þess að koma hér inn og fara yfir þennan atburð sem varð á Eskifirði þegar við mynduðu sprungur í gamla Oddsskarðsveginum sem var og ásamt náttúrulega hættum og skriðuföllum og fara yfir það frá þeim. Gjörðu svo vel, Harpa, takk þú nú við. Takk fyrir. Ég ætla að prófa að deila hérna skjánum og fara yfir nokkrar glærur. Eitt augnablik, ég ætla að deila hérna rétt skjá. Kannski lætum við vita jafnvel hvort þetta virki ekki. Þá er betra að taka sig af hljóðleysi og þetta virkar. Þetta virkar, flott. Já, komið sæl, Harpa Grímsdóttir heiti ég og ég er fagstjóri ofanflóðavöktunar Veðurstofunnar og ég ætla að fara aðeins yfir þessa atburði og þetta sem gerðist á Eskifirði síðustu viku. Það fara yfir aðdragandann að veðrinu og skriðuhrinu sem var á Austfjörðum, vöktunin okkar og mati á aðstæðum, skriður sem féll í Eskifirði og þessu jarðsigi sem við erum að tala um, mælingar sem hafa verið gerðar, mati á aðstæðum og rýmingu og svo næstu skref. Það eru fundinu með mér líka Tómas Jóhannesson, sérfræðingur hjá Veðurstofunni og Jón Kristinn Helgason og síðan þeir Sævar og Hjalti sem eru snjóatúnumenn á Eskifirði. Þannig að þeir getur svara líka einhverjum spurningum eftir að aðstofa mig við það. En fyrst aðeins hlutverk Veðurstofunnar. Veðurstofan hefur það hlutverk að annast vöktun vegna náttúruvár, gefa út viðvaranir og spár yfirvofandi hættu af völdum veðurs og veðurtengdra þátta, jarðskjálfta, eldgosa, hlaupa, vatnsflóða og ofanflóða. En til viðbótar við það þá hefur Veðurstofan sérstakt hlutverk varðandi vöktun og snjóflóðahættu. Það er að gefa út staðbundna viðvaranir og lýsa yfir hættustigi og fyrirskipa rýmingar á húsum þegar talið að hætta geti skapast. Þessi undantekning á ekki við skriðuhættu. En það er ekki Veðurstofan sem að fyrirskipa rýmingar á húsum eða setur á óvissustig eða hættustig þegar kemur að skriðuhættu. En hins vegar að þegar skriðuhætta skapast, þá gerir ofanflóðavakt Veðurstofunnar sitt besta til að meta aðstæður og veita ráðgjöf og venjulega erum við beðin strax ráðgjöf ef að þannig aðstæður skapast. Og veita ráðgjöf staðbundnar aðgerðir til þess að draga úr líkum á slysum á fólki. Og við höfum innan okkar raða ofanflóða sérfræðinga í hættumati og síðan snjóatúnumenn í héraði sem er gríðarlega mikilvægt vegna þess að það er svo mikilvægt að hafa einhvern sem er með augun á staðnum líka. Veðuraðdragandinn var eins og þið þekkið, þetta var norðaustanátt í þó nokkra daga með mikilli úrkomu. Þetta var snjókoma til fjalla allan tíman, rigning á láglendi og í neðri hluti hlíða og Eskifirði virtist vera meiri úrkoma út með firði heldur en inn í bænum. Og svo sjáðu þetta mikil uppsöfnuð úrkoma á Eskifirði, þetta eru 480 mm cirka og ákefðin var mest á bilinu 14. til 16. desember, síðan var ekki alveg mikil ákefð þegar hún var sem mest á Seyðisfirði. Aðvaranir okkar og tilmæli skriðuhrinu og aðdraganda hennar, ef ég fer aðeins við það, þá byrjum við þarna 9. desember á að setja inn færslur á veður.is að það sé rigningatíð framundan á Austfjörðum
Og 13. desember varað við auknum líkum á skriðuföllum og grjóthruni á Austfjörðum. Þetta gert í með athugasemd veðurfræðings, athugasemd ofanflóðafræðings og athugasemd vatnavárssérfræðings. 14. desember var síðan settur aðvörunarborði á forsíðu veður.is og 15. desember þá mæltum við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra að það yrði sett á óvissustig fyrir Austurland vegna skriðuhættu og síðan daginn var það hættustig á Seyðisfirði. Þann 16. desember þá mæltum við með því að það yrði að minnsta kosti sem tilmæli til íbúa í húsum í grennd við Grjóta og Lambeyrara á Eskifirði að hafa varan á vegna hættu á aurskriðum. Og eins og Eskfirðingar þekkja að þegar við erum að tala þessar svona litlu skriður og hlaup í lækjum, þá kannski lífi fólks í húsum ekki svo mikil hætta búin, en það hægt að auka öryggi mikið með því að vera ekki í kjallara í glugga, þar sem að velja ekki kjallara með glugga upp í hlíðina eða eitthvað svoleiðis, halda sig frekar á efri hæðum húsa og vera ekki að dvelja lengi fyrir utan húsin þegar það eru læti í ánum. 17. desember þá mæltum við lögreglu að það yrði athuga hvort högnastæðir væru gjörlamannlausir og þeir voru það og ekki þörf á rýmingu. 18. desember féll stór skriða yfir veg út í sjó við Innstekk, þetta þekkt skriðusvæði þar. 18. desember var rýming á Engjabakka og síðan 18. desember var líka rýming á Eskifirði og þeim var síðan aflétt þarna 20. desember. Þetta skriðan þarna við Innstekk. Ef við förum aðeins yfir vöktun okkar og mat á aðstæðum þá var þetta mikil uppsöfnuð úrkoma. En það sem var sérstakt í þessu veðri var að það var allan tíma rigning í neðri hluta hlíða en snjór uppi. Þannig að það var ekki talin hætt á aurflóðum með upptök ofarlega í fjalli niður í árnar sem fari gegnum byggðina. Þannig að það var talið að hættan var bundin við neðri hluta hlíðar og líkur taldar á að litlar skriður gætu fallið í farvegi í neðri hluta hlíða og jafnvel stíflað á. Og það var há grunnvatnsstaða í þessu neðri hluta hlíða. Og síðan var líka búist við hreyfingum og hrun og neðri hluta hlíða utan við bæinn og vel fylgst með aðstæðum undir háhlíðum við Engjabakka og Höfnastaði. En hins vegar þann 18. desember þá mynduðust sprungur eða sáust sprungur í gamla Oddskarsveginum á 2 stöðum fyrir ofan byggðina og sprungurnar héldu áfram að gliðna og lengjast fram á morguninn 19. desember. Og menn bara horfðu svolítið á þessar sprungur gliðna og lengjast á staðnum og þar sem að var óviss það hvað stórt svæði var á ferðinni, þá var ákveðið að mæla með rýmingu á nokkuð stóru svæði vegna mögulegra hættu á stóru skriðu. Þetta auðvitað eitthvað sem ákvarðin sem þarf að taka í skyndi og var ákveðið að vera öryggismegin við alveg. Þetta eru myndir af sprungunni, annarri sprungunni. Og svona þessar mælingar sem hafa verið gerðar. Í þessu veðri þá urðu smá hreyfingar á nokkuð mörgum stöðum við Eskifjörð en það voru svona stærri skriður út með firði og sérstaklega þessi hérna. Mælingar á svæðinu eftir að þetta byrjaði að gerast, það var margir aðeins að hjálpast að við myndatökumælingar, eftirlit og mataðaðstæðum. Það sérfræðingar Veðurstofunnar, það Mannvit, það Efla og Stuðull EHF. Og þann 19. desember var komið fyrir fastmerkjum og sniðum sem að mælt hafa verið 3 með GPS-tækjum og þær hafa mælt litlar sem engar hreyfingar. Hreyfingar eru innan skekkjumörka eftir að fór sjáanlega að draga úr hreyfingunum. Það hefur verið gerð landmæling með flygildi, það var flogið yfir svæðinu 20. desember og það hefur verið að bíða eftir veðri til þess að geta endurtekið það til þess að sjá þá og bera saman 2 landmælingar. Það hefur verið að koma upp eða það er nýbúið að koma upp speglum fyrir mælingar með allstöð og þetta sem var mælt í fyrsta sinn í morgun, þannig að á morgun þá kemur fyrsta niðurstaðan úr því hvort það eru einhverjar breytingar á milli daga. Snjóathugumenn Veðurstofunnar ásamt sérfræðingum frá Fjarðabyggð og Vegagerðinni hafa fylgst með aðstæðum allan tímann og jarðtæknifræðingur var fenginn til að koma og meta aðstæður. Þannig sjáum við þarna hvaða svæði þetta eru sem við erum að ræða. Veginum. Mat okkar á aðstæðum nú með aðstoð sérfræðinga og jarðtæknifræðings að það virðast vera þarna 2 afmörkuð svæði á hreyfingu þar sem hallinn er mestur. Það sjást ekki vísbendingar óstöðuleika á stóru svæði, heldur virðist vera hægt að tengja hreyfinguna við staðbundið landslag.
Þetta svæði í gömlu framhlaupi eða þelur og þarna hafa skriðuspíur fallið í gegnum tíðina. En það talið að hlíðin sé nú stöðug þar sem að létt hefur á grunnvatnsþrýstingi og rýmingu var aflétt þann 20. desember. Það sem að stendur til núna, það að endurtaka mælingar á þessu fastpunktaneti, þessum speglum með allstöð á hverjum degi fram yfir jól og gera reglulega könnun á yfirborðsummerkjum hreyfingu á svæðinu, daglega fram yfir jól og síðan eftir þörfum. Endurtaka kortlagningu með flygildi og síðan í vor eða sumar að þá verði gerð greining á dýpi á fast með borunum á svæðinu og greining á dýpt á mögulegum skriðflöt sem að efnið þarna að hreyfast með svona smælistreng í borholu. Og eftir þessa rannsóknir þá þarf að kanna hvort það þurfa að endurskoða þarna hættumat á Eskifirði vegna þess að þetta svæði utan hættusvæðanna í rauninni sem skilgreind á hættumati og hættumati gerir fyrst og fremst ráð fyrir skriðuhættu í farvegum á Eskifirði. Já, ég geti bara sýnt ykkur hættumatið í lokin sem að lítur svona út. Ég veit ekki hversu vel þið sjáu þetta. Það eru B-svæði, A-svæði og C-svæði og flest C-svæðana eru bundin við farvegina og þar sem talið að geti skapast krabbaflóðahætta og svona skriðuhætta. En ég hef ekki meira að segja í bili. Takk fyrir. Takk fyrir Harpa þetta og eins og ég sagði áðan þá ætlum að taka við spurningarnar eftir og náttúrulega bara þakka ykkur fyrir á Veðurstofunni þegar við staðið eitthvað gríðarlega vel. Þannig eins og við þekkjum öll í þessari vöktun og við veitum að það hefur mikið mætt á ykkur síðustu dag og vikur en mjög gott að sjá þetta og vitum að þetta verður vaktað vel núna til frambúðar. En þá ætla ég að biðja hana Ingibjörgu Lilju Ómarsdóttur að taka við. Hún sérfræðingur hjá almannadeild ríkislögreglustjóra aðeins að ræða áfallahjálp og þá þjónustu sem í boði Gerðu svo vel, Ingibjörg. Takk fyrir, kærlega. Og takk fyrir að vera boðin á þennan íbúafund. Til að byrja með langar mig til að segja hvað gott að vita til þess að það sé búið að aflétta rýmingu á Eskifirði. Á sama tíma vil ég að þið vitið að það sú þjónustumiðstöð sem var opnuð í dag á Seyðisfirði stendur ykkur til boða líka. Og það hægt að hringja í okkur eða senda okkur netpost og upplýsingar þjónustumiðstöðina meðal annars að finna inn á heimasíðu almannavarna. Þar bæði símanúmerið og netfangi okkar til staðar þannig að þið getið haft samband við okkur með nokkurn veginn hvað sem og við finnum út úr í hverju það sem getur svarað spurningunum ykkar. Við erum líka með sálrænan stuðning í boði og það nefnilega svo mikilvægt að í atburðum sem þessum sem fara vel að þá þeir eins og þau minntust á áðan, Jón Björn og Margrét María að þetta samt alvarlegur atburður og hann hefur áhrif á okkur svo sannarlega og við getum fundið fyrir alls konar einkennum sem við erum ekki vön að finna fyrir í margar vikur og eftir. En þá svo ótrúlega dýrmætt og mikilvægt að vita hvaða mögulega líðan þetta og hvaða mögulega hegðun þetta þannig að við vitum að þetta bara eðlilegt það sem við erum að upplifa. Og við erum með efni og við getum frætt ykkur þetta og rætt þetta við ykkur og við getum líka sendt ykkur ef þið viljið kynna ykkur sjálf að þá getum við sendt ykkur efni þetta. Og það líka rosalega mikilvægt að við vitum hvaða mögulega í börnum okkar, hegðun og líðan barna okkar í kjölfar svona atburða og við erum líka með upplýsingar það sem þið getið fengið hjá okkur. Þannig að ef það eitthvað sem ykkur liggur í brjósti þá bara vil ég endilega hvetja ykkur til að hafa samband við ykkur á þjónustumiðstöðinni. Og svo líka ef ykkur langar til að þá þið náttúrulega líka sjálfsögðu velkomin hingað í heimsókn. Hér alltaf kaffi á könnunni yfir daginn og opnunartíman líka að finna inn á heimasíðu almannavarna. Þetta var svona það helsta sem ég langaði til þess að minnast á við ykkur í dag. Takk fyrir. Takk kærlega Ingibjörg og ég veit að þið munið taka vel á móti þeim og eins og segi hvet fólk til þess að nýta sér þá þjónustu sem því að áhrif áföll og eins og áður sem við komum fram og
náttúruvá eins og nú uppi, vekur upp, og ég finn það á svæðinu líka, ákveðnar tilfinningar frá eldri atvikum sem eðlilegt og við eigum að takast á og nýta okkur þá þjónustu sem í boði, ég hvet fólk til þess. Kristján Ólafur Gunnarsson, ætlaðir þú ekki að koma aðeins líka inn á þessum tímapunkti eða eigum að fara bara í spurningar? Já, komið sæl öll saman. Ég gæti nú, ég veit ekki með spurningarnar, hef ekki séð það sjálfur, en ég gæti farið svona yfir tímaröðina á þessu, hvernig þetta sér frá okkur, hvernig þetta lítur út frá okkar sjónarhóli og með leyfi fundarstjóra, þá bara byrja ég eða hvað. Gerðu svo vel, Kristján, ég held að sjá ágætt myndi gera það. Ég ætla að reyna nú að fara svona nokkuð hrætt yfir sögu, en alltaf einu að þá þegar svona tilkynning kemur frá Veðurstofu, þá er það auðvitað litið mjög alvarlegum augum og reynt að bregðast eins hratt við og mögulegt er. Og við fengum tilkynninguna til okkar klukkan rétt 5:30 og þá í beinu framhaldi og jafnvel áður var farið að hafa samband við aðgerðarstjórn og hún er komin og mætt og tilbúin til verka á rétt 20 mínútum. Að þá er sveitarstjóri komin hingað á lögreglustöðina, það er slökkviliðsstjóri komin á lögreglustöðina, það er búið að tala við Rauða-krossinn og hann er tilbúinn, komin í viðbragðsstöðu. Þannig að það allir sem að koma að svona aðgerð eru í raun tilbúnir. Lögreglustjóri hérna á staðnum líka. Klukkan 18:03 varðandi aðgerðarstjórnina þá og Rauða-krossina þá var sett upp skráningarstöð í Eskifjarðarkirkju. Þannig að þeir sem þyrftu að sæta eða rýma húsin þeir getu og ættu að fara þangað til þess að láta skrá sig. Þannig við hefðum vitneskju það hverjir væru sannarlega farnir úr húsum sínum og á sama tíma var verið að vinna í að stofna fjöldahjálparstöð sem var sett upp í Verkmenntaskólanum á Neskaupstað í Norðfirði. Þannig að þeir sem ekki ættu húsaskjóli við nóttina, að þeir gætu í það minnsta að ættu þann möguleika að fara þangað. Þannig að á þessum réttum hálftíma var þetta komið af stað og tilbúið meira og minna. Rétt rúmlega klukkan 6, 6:03 að þá fer tilkynning til fjölmiðla frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra það sem var í gangi á Eskifirði og það væri komin rýming. Á sama tíma voru við þá tilbúin með 4 2 manna hópa, lögreglumanna og slökkviliðsmanna sem að fóru svæðið sem ræðir sem að þurfti að rýma, bönkuðu þar upp á hver einustu íbúð og ræddu þar við fólk, tilkynntu þeim hvað var að vera og það þyrfti að rýma húsin. Þetta gerðum við meðal annars til þess að tryggja að við gætum komið upplýsingum beint til þeirra sem að þyrftu að rýma húsin, hvað væri að vera, hafið þeir ekki séð áður og reynt að róa eftir bestu getu. Og eins að leiðbeina það sem að framundan væri að fara í Eskifjarðarkirkju og skrá sig og svo framvegis. 18:30 sendum við út SMS-skilaboð á alla Eskfirðinga. Það var gert með vilja að senda ekki SMS-ið strax út, heldur gert eftir á, einmitt í þeim tilgangi líka að reyna að tryggja og koma í veg fyrir að það yrði hræðsla við SMS-skilaboðin sem eru tiltölulega einföld skilaboð og ekki hægt að koma öllu þar inn sem við gjarnan vildum. Þannig að þau komu aðeins eftir á. Rýmingin sjálf gekk vel og henni lauk má segja að mestu eða við náðum að fara í öll hús á rétt hálftíma frá því við lögðum af stað
og síðan var farin klukkutíma síðar var farin önnur yfirferð til þess að tryggja að allir væru farnir, menn bönkuðum upp á og fólk var síðan í einhverjum tilvikum að taka sér til, gerði það og fór svo í kjölfarið og við komum aftur klukkutíma síðar og könnuðum hvort að allt væri með feldu og allt væri í lagi. Og rýmingin gekk ótrúlega vel, fumlaust af allra hálfu, hvort heldur af þeim sem að sáu hana, fóru hús úr húsi eða þeirra sem að þurftu að rýma húsi. Þannig að þetta gekk prýðilega og langflestir fóru í Eskifjarðarkirkju til skráningar og síðan tók við eftirvinna til þess að tryggja og lesa saman þá sem að við vorum með skráða, þá sem voru skráðir í hús á þessu svæði og hvort við erum búin að hafa upp á öllum. Og það gekk upp, þannig við teljum að við höfum náð örugglega í alla á tiltölulega skömmum tíma og allir voru farnir. Við reyndum að sendum raunar varðandi fjölmiðlana, þá sendum við á þessum tíma sem að þetta stóð yfir, að það voru sendar út 6 tilkynningar til fjölmiðla á fésbókarsíðu lögreglu og með SMS-skilaboðum til íbúa og auk þess var Fjarðarbyggð, hún sendi á sama tíma fréttatilkynningar á sinn vef. Þannig allt í allt bara af þeim sem voru í aðgerðastjórn, hvort heldur það var lögregla eða það var fulltrúi Fjarðarbyggðar, að það fóru 8 tilkynningar til fjölmiðla frá okkur á þessum 1,5 sólarhring eða svo sem þetta stóð yfir. Ég veit það eru ákveðnir annmarkar á SMS-skilaboðunum. Þau fara stundum seint, stundum fara þau í ákveðnum tilfellum fara þau ekki í einhverja síma. Fólk fær þau ekki, en það fyrst og fremst tæknilegir örðugleikar sem eru þar til vandræða. Þannig að við erum að reyna að tryggja þetta kerfi og þetta auðvitað gríðarleg reynsla sem við erum að fá bæði núna vegna Eskifjarðar og Seyðisfjarðar, þar sem við erum að gera það sama og það auðvitað sömu vandamáli þar. Þetta fer ekki alltaf út, fer ekki út til allra, en það eitthvað sem við þurfum að vinna og bæta. Bara við sem samfélag, þannig að við getum tryggt að allir fái. En svona í stuttu máli þá held ég að það var þetta það sem við gerðum og ástæðan fyrir því að við gerðum það, en við fögnum því að fá gagnrýni, við þurfum gagnrýni og viljum hana og munum svo saman að reyna að bæta það sem að ef eitthvað, og örugglega hefur eitthvað farið úrskeiðis og þá ágætt að fá að vita að við reynum að gera betur. En þetta sem sagt í stuttu máli, svona var þetta framkvæmt og svona gekk þetta fyrir sig. Þakka þér fyrir, Kristján. Þá erum við búin að fara hérna svona í framsögurnar og við höfum á sama tíma verið svona að fylgjast með spurningum og eins og áður segir þetta senda okkur spurningu á fjarðabyggð.is eða fjarðabyggð.is á maður vist að segja og síðan hringi 479.000. Ég hef fengið spurningu eða semst svona, spurningu og svona kannski beiðni að það sé verið farið vel, kannski frekar þetta spurning, farið vel yfir verkferla í því hvaða hús eigi að rýma þegar hættuástand myndast og ekki séu send mismunandi skilaboð fólk sem býr einu húsi fyrir utan hættusvæði. Þetta er mjög góð ábending sem sagt, og þarna liggur fyrir á bakvið að þarna það verið að rýma sem sagt að Steinholtsvegi og síðan seinna skilaboðin sem að rýma Strandgötu að 73 en númer 70 með nokkur metrum frá. Þannig að þetta skapaði óvissu hjá fólki aðeins og við höfum rætt það í aðgerðastjórn nágranna og Kristján Ólafur sagði hér áðan að við viljum fá svona inn til þess að við getum haft með okkur því að í öllum almannavarna aðgerðum þá kemur ósagt upp eitthvað sem maður eftir á sér að hefði mátt gera betur og þegar það kannski þessu formi gott að hafa, þannig að við ætlum að fara yfir rýmingaráætlanir og fleira. Það hefur líka komið gagnrýni á kortið sem var notað í fjölmiðlum væri gamalt og við tökum þetta allt saman með okkur inn í vinnuna nú 9 ári í aðgerðastjórn
líka með upplýsingaflæði. Það kom svona aðeins, ég veit að það hefur verið sendar fyrirspurnir á Almannadeild ríkislögreglustjóra sem mjög gott, sem einmitt eru svona fyrirspurnir og svona upp á hvað fólki fannst upp á vanta. Sumum fannst það óþægilegt að fá það í fjölmiðlum, að það væri hafin rýming á þannig kæmi hérna heiman, því að það voru fréttatími Ríkisútvarps á sama tíma þar sem var að ræða við náttúrulega almannadeildarmenn í Reykjavík hjá ríkislögreglustjóra. Þannig að þetta allt saman hluti sem við tökum bara með okkur og skoðum inn í þetta og bara eðlilegt og gott að hafa. Og það að koma hér spurning sem og ég held að við séum nú kannski rétt að við beinum henni til þín, Harpa, og ég bið fólk að ég horfi hér, skipti sér með skjáu á báðar hendur til þess að sjá, þannig að þetta ekki að ég sé svona áttaviltur að leita myndaverðin alltaf. Það í yfirlýsingu almannavarna vegna aflýsingar og rýmingu segir mikil hreyfing var á 2 stöðum í Oddsskarðsveginum á 50 og sprungur opnuðust. Hvenær eru fyrstu tilkynningar sprungur tímasettar, Harpa? Þú ert með það eða ekki? Kannski jafnvel betra að Hjalti og Sævar svari því. Gjörðu svo vel. Þið eru tengdir þarna saman, Hjalti og Sævar, sem eru ofanflóðaeftirlitsmenn hjá okkur á Eskifirði. Já, við förum nú að stað bara þarna. Gunnar, við verðum varið við þetta bara eitthvað þrúleiti sem að við sjáum fréttum af sprungum. Förum svo einhverjum 2 tímum seinna. Og þá sjáum við þessar örmjóu sprungur eru bara svona stórar. Og það eiginlega bara, það ekki lúkað mér bara eitthvað réttlumlega að finna þá sjáum við að sprungurnar eru bara að stækka og meðan við erum þarna. Það var enda daginn áður sem að neðri sprungurnar sáust og þær svo sem voru ekki að hreyfast mikið í upphafi en þarna á ákveðnum tímapunkti þá voru allar sprungurnar að vikka svolítið hratt og síga vegurinn. Það bara kom og meðan við síðan bara ákváðum það þarna á þessum punkti, bara rýma strax og meðan við vorum að vinna, þá var þetta enn að lengjast. En tíma, þetta var rosalega fljótt. Þannig að það var ekki aðdragandi að þessu. Við vorum ekkert búin að horfa á þetta í 1 dag eða eitt eða neitt. Nei. Takk fyrir það, Piltar. Ég vona að þetta svari þessu. Svona fleiri spurningar hafa okkur ekki borist, en það mjög eðlilegt að taka fram að fundurinn tekin upp og þar er þetta að koma fram þær upplýsingar og hægt að horfa hann aftur, hann verður aðgengilegur á YouTube rásin okkar í Fjarðabyggðar og þannig að fólk getur séð þar, sérstaklega það sem hér í framsögu frá Veðurstofu og fleira og líka frá henni Ingibjörgu og ég nota þá bara tækifærið ekki fleira kemur inn. Þetta eru hluti sem við höfum eftir að vinna eins og kemur fram hjá Hörpu, það verður fylgst mjög náið með þessu síi eins og annarri ofanflóðavöktun á okkar svæði og ég bara nota tækifærið að endtaka þakkir til ekki bara viðbragðsaðilana, heldur líka til Veðurstofunnar og hennar starfsmanna sem eru vakin og sofin við sinni vinnu. Við munum eiga það samtal svo áfram, nota þetta viðbragðs samtala en þessi samvinna okkar verður áfram í að meta því að bæði verið fylgst með þessu vel og vandlega fram voru. Við þurfum að, eins og áður sagði, að meta það og það verður lögð áhersla á það við stjórnvöld núna að horfa til nýs hættumat sem eitt í framhald til þess að sjá hvar við stöndum, nákvæmlega eins og þegar var farið og ákveðið að gera hættumat fyrir ofanflóð, snjóflóð á sínum tíma til þess að einmitt að ákveða hvar og hvernig ætti að verja svæði. Það þurfum að horfa til núna í þessu nýja veruleika og síðan náttúrulega leita lausna sé þetta kannski meira meina bundi við Oddsskarðsveginn gamla, að þá þetta náttúrulega líka við vegagerð og samgöngu yfir til landinu. Við þurfum að bregðast þar við og bara ráða þá bót á því sem þarf, á því sem þarf að gera. En allt saman mun þetta byggjast því að við náum nú utan þetta, vöktum þetta og skoðum. Þið getið áfram sent okkur fyrirspurnir og þessu ágæta fólk sem hér þegar þær kvikna. En annars ætla ég að nota bara tækifærið þakka ykkur öllum sem að þessu hafa komið.
hvet ykkur til þess að hafa það í huga sem Ingibjörg fór hér áðan. Og bara þakka ykkur íbúar góðu fyrir allt, fyrir æðruleysi og alla þessa samvinnu. Sendum okkar hlýjustu kveðjur til Seyðisfjarðar og íbúar þar og höfum komið því á framfæri hér að Sveitarfélagið Fjarðabyggð tilbúið til þess að aðstoða nákvæmlega okkar í því sem öllu því sem við getum gert til þess að á Seyðisfirði verði aftur blómlegt og að litast og það verði aftur byggðinni verði vonandi komin á stað sem fyrst og óska ykkur bara gleðilega jóla og megið hafa það sem bestum hátíðar. Ég held að sé ekki meira viljið þið bæta einhverju við sem hér eru með mér. Ég vil bara ítreka þakklæti að fá þetta tækifæri til að tala saman og við erum opin til samtals þegar ef ykkur vilja ræða þetta frekar. Bara takk innilega fyrir og gleðileg jól. Þá bara held ég láti það vera lokaorðið hérna frá okkur og njóti hátíðan og eins og ég segi og ítreka það, við erum alltaf tilbúin til svara og það senda okkur bara inn þá áfram fyrir spurninni við eitthvað kviknar eftir þennan fund. Og þá þakka ég bara fyrir og